við í Ásól erum leikskólinn var hvað var það, desember 2008, en hann var ekki formlega vígður fyrir hann 19. febrúar 2009 og leikskólinn sjálfstætt starfandi leikskóli og við fórum við erum með pláss fyrir alltaf 60 börn og þau eru frá aldrinum 9 mánaða og alveg upp í 3 ára. En þau eru yfirleitt núna að útskrifast á milli 2 og 2,5 árs. Og það eru sem 3 deildar hjá okkur. Eftir við tókum við nýju húsnæði 2016 og þá urðu við sem 3 deildar leikskóli í staðinn fyrir 2 deildar. Síðan urðu við skóli á Grænni grein 2010 en fengum fyrsta grænskólann okkar 2015. Síðan þá vorum við að vinna með neysla og úrgangur og lýðheilsu. Síðan fengum við okkar annan grænskóla árið 2017, minnum alveg örugglega, og síðan 3. grænskólann okkar 2019. Þá vorum við náttúrulega að vinna með ný þemu, vorum að vinna með lífbreytileika og vatn, sem að mestu leyti, ásamt því að vinna með það sem við þegar höfum verið búin að skapa í starfinu hjá okkur. Og áherslu leikskólans, það varðar grænskólann, að bara hvetja börnin til þátttöku leiks með náttúrulegan efnivið og endurnýta og minnka sóun og bara að halda því alltaf í huga að ungur aldur barnanna hjá okkur, það hindrar ekki góða umhverfismenntun. Það svona alveg rauður þráður hjá okkur. Það skiptir ekki máli hvað það sem við erum að gera. Það alltaf hægt að aðlaga það að aldri barnanna og þar sem hvar þau eru í þroska. Og mér langaði helst bara að sýna frá verkefnum sem við höfum gert í tengslum við þemun sem við höfum unnið í gegnum sögu skólans. Og þá til dæmis leikur með vatn. Það okkar uppáhaldsverkefni, ef maður má segja það. Og núna síðasta tímabil, það var 2017 til 2019, þá vorum við að leika með vatn. Og við vorum að leika með vatn bæði, skoða allar birtingarmyndir vatns með börnunum og þá vorum við að skipta þessi 2 flokka, að leika með vatn í fljótandi formi og í föstu formi. Og í Ársæl þá höfum við alltaf verið að leika rosalega mikið með sullukall, bæði með því að sulla með bara vatnið eða þá að fá að taka snjóinn inn að leika. Og þegar við vorum að taka fyrir vatn í hinum ýmsu birtingarmyndum, að þá ákváðum við að prófa mismunandi hluti með vatn og klaka og snjó. Og fannst að vera orðið alveg ágætlega einhæft hjá okkur. Það var alltaf bara sama verkefnið, leika með vatn, leika með eitthvað dót. Og þá fórum við að gera þetta svolítið markvisst. Af hverju erum við að leika með vatn? Og þá til dæmis þegar við vorum að leika með sullukarl inni. Að þá fengu börnin að velja hvernig dót þau voru með. Þá voru þau kannski með skóflur einn daginn eða bara ýmiss konar dót, blandað dót. Þau fengu að taka eldhúsdótið með sér í leikinn og þau fengu að hjálpast að við að mála, lita vatnið. Þau kalluðu alltaf að mála. Þá fengu þau að setja matarlit ofan í vatnið og sjá litin blandast við vatnið. Og þeir fannst það alltaf mjög áhugavert að sjá hvernig
liturinn blandaðist við vatnið því að það dreifist á svona ákveðinn hátt og við fórum í kannski að fylla með vatn með bleikum degi, þá tókum við bleikan matarlit og svo oft fengum við að velja sér bara litin sem að við vorum að leika með. Síðan út af COVID að þá fórum við voða mikið að æfa okkur að þrífa okkur hendunar sjálf við vaskinn. Það var alveg bæklið niður í 9 mánuði sem voru að fá að æfa sig að þrífa hendunar við vaskinn og fengu sápu og ýmiss konar aðstóð að þrífa svo hendunar. Og það var svona fyrst fyrir en þá fannst það svona pínu skrítið. Allt í einu þurfti bara að æfa sig að nutta sig hendunar. Það voru mikil æfing hjá þeim þegar það var að æfa nutta hendunar. Og svo þurfti bara að vera með sápu og passa þar á handarbökin og milli fingrana og svona. Þannig að mér fannst það mjög skrítið en á endanum þá voru það svo góð í þessu. Og orðið kröfuhörð að vilja fá að sulla meira við vaskinn. Þannig að það var bara farið oftar yfir daginn og svo náttúrulega notum við bara vatn í fljótu formi í ýmiss konar mismunandi vegu. Þannig að eins og pollarnir úti og rigningin þá æfðum við hugtökin eins og þetta pollur, hann blautur og þarna kemur rigningin. Og það var barn hjá okkur sem að hann til dæmis var orðið svo duglegt með hugtakaskilningin með rigningu að það vissi að rigningin úti blautt og hún kemur úti uppi. Og síðan í útiveru þá höfum við líka verið að fá að við erum svona krana úti og þá höfum við verið að fá okkur bara svona lítið streymi af vatninu sem var svona lekur og myndar poll og þau hafa náðu sér í fötur farið að sulla, fengið útipensla og fengið að mála skettina hjá okkur. Og þau velja yfirleitt sjálf hvaða aukahluti þau vilja nota með í leiknum. En síðan með snjóinn, ekki það að við höfum fengið eitthvað snjó í ár til að leika með, að þá hafa oft fengið til dæmis snjó í sullukar. Við byrjuðum að vera alltaf með snjóinn í bala eins og við sjáum á myndunum og þá fengum við snjóinn inn og þau fengum við fyrst að bara handlanga snjóinn inni, rosalega gott að smakka nótt og síðan einmitt það sama með sullukarfi með vatni að þá höfum við verið að bjóða þeim að nota skóflur og fötur eða þá að taka bíla eða eldhúsdótið. Bara það sem að þeim betri í huga að sé gaman að leika með snjónum. Og síðan höfum við líka fengið hugmyndir það hvernig við getum boðið börnunum að lita snjóinn á mismunandi hátt. Því að oft eiga við erfitt með spraybrúsa að kreista þá og þá höfum við það lítur eiginlega út eins og kryddstaukar fyrir svona glimmer. Þá settum við bara smá matarlit í svoleiðis stauka með vatni og svo bara fengur þau að hrista yfir snjóinn. Og þeim fannst það mjög gaman. Og svo eins og sést í einu horninu þá fengum við þessa hugmynd að taka smá svona vísindatilraun, sjá hvað gerist þegar maður setur heitt vatn. Það var bara rétt nógu heitt til þess að við fyndum fyrir hitanum á fingrunum. Samt sem við ekki fá of heitt. En ef maður setur heitt vatn á klaka, það gerist þá. Og þau fengu bara að prófa þetta eins og þau vildi. Við eigum svona litlar sprautur sem þau fengu að æfa sig að draga vatnið upp í sprautuna og síðan að ýta vatninu úr sprautunum aftur á klakan. Það myndaðist ægilegt fjör að æfa sig að skvetta á mig í hópatíma. Og svo höfum við prófað að lita með klökum, þá höfum við bara sett matarlit í vatn og fryst á pinna og svo bara leyft börnunum að lita á blöð með þessu litaða klakanum.
Og svo hefur við oft farið út og skoða grýlukertin sem myndast kannski á þakgrænunum hjá okkur. Og jafnvel fengið einhvern hávaxinn starfsmann til að ná í eitt grýlukerti til þess að skoða. Þeim finnst alveg mjög gaman að fylgjast með klakanum bráðna þegar þau held honum í höndunum og svona kemur vatn. Þau sýna alveg skilning á því að það ef að klakinn hitnar eða snjórinn hitnar þá breytist hann í vatn. Svo var það lífsbreytileiki. Það var voðalega skemmtilegt verkefni hjá okkur. Við vorum ekki alveg viss hvernig okkur myndi gangast til með það, en þetta heppnaðist bara afskaplega vel. Við lögðum sérstaka áherslu á að skoða hrafninn eða vinna með krumma og gerðum það á ýmiss konar hátt. Hérna á myndinni sjáum við til dæmis að þau eru að mála saman kassa sem að verður síðan krummi og hann er núna ennþá til og fær að hanga upp í listasmiðju hjá okkur. Og þetta var svona á einni deildinni þá var þetta svona samvinnuverkefni að búa til krumma saman. Þá fengum við að skoða myndir af krumma. Þeir reyndar fundum ekki neins staðar svartar fjaðrir til þess að leyfa þeim að líma á hann. En þau fengu í staðinn þá litríkar fjaðrir og fengu að velja hvar þau settu fjaðrirnar. Þá vorum við til dæmis að reyna að æfa hugtök eins og vængirnir. Fjaðrirnar eru mest á vængirnum. Og einn starfsmaður hjá okkur býr svo heppilega við að eiga svona krummavængi. Stórir og svartir, fallegir vængir og þau fengu að skoða þetta með smásjá sem var alveg mjög gaman að sjá hvernig fjaðrirnar festust inn í vængnum. Og út frá þessu þá vildum við vera að skoða fleiri fugla af því að við byrjuðum á því að vera að skoða myndir af mismunandi fuglum og vorum að gera neitt almennilega markvisst með það. Þannig að við ákváðum að búa til fuglaspjöld sem væri bara með svona einföldum upplýsingum fyrir börnin. Við gerðum til dæmis nota spjöldin í málarunarstundum og þar var mynd af fuglinum, heitið á fuglinum og síðan á bakhliðinni þá stóð hvernig fuglinn væri á litinn, hvað hann borðaði og hvernig hann hljómaði. Það var alveg ægilega kjur hjá börnunum að hlusta starfsmennina að herma eftir krumma og mávinum og ýmiss konar. En við nýtum voðalega mikið að fara í göngutúra nærumhverfið okkar með börnunum. Þá höfum við þar til gerðar fjölburakerrur sem að við getum nýtt okkur. Við eigum 3 í mismunandi stærðum. Þannig að það er alveg vel nýtt hjá okkur og oft höfum við farið til dæmis í ævintýraferðir í svona laut rétt út fyrir skólann. Þar sem að börnin geta fengið að leika sér í svona ekki alveg lokuðu umhverfi eins og leikskólinn er eða útisvæði leikskólans er en samt sem áður á vernduðu svæði þar sem eru fjarri umferð. Og eru í rauninni bara út í miðri náttúru. Og við höfum nýtt bara umhverfið okkar til þess að skoða fuglana. Við höfum séð kisur og þá erum við ofta að ræða hvernig kisan hljómar og hvernig kisan er á litinn. Svo höfum við séð hunda. Þannig að það er ýmislegt hægt að sjá. Þótt að þetta sé lítil börn. Þá er hægt að leggja orð á allt sem er í kringum þau. Og síðan höfum við líka prófað að rækta í leikskólanum. Við vorum svona með frekar gömul fræ sem að hafa eflaust ekkert verið alveg almennileg. En næst þegar við ætlum að rækta þá ætlum við að hafa ný fræ. Við ætlum örugglega bara að taka úr paprikum og eplum og svona hjá okkur og reyna að koma því á legg. En eins og þið sjáið á myndinni
að þá fengu við sem þetta að hjálpa til við að setja fræin ofan í mold og þá sem hjálpuðu þau mér að búa til holu í moldina og þau fengu að setja fræin ofan í, svo settu þau moldina yfir og svo hjálpaði ég þeim að vökva moldina. Og síðan hengdu við þessa dalla upp í glugga hjá okkur og þau fengu að fylgjast með fræjunum sínum að vaxa og dafna í einhverjar plöntur og þau fengu að hjálpa til við að vökva plöntunar á hverjum degi. Alltaf svona smá dropar á hverjum degi. Þannig við værum ekki að ofvökva þær. Síðan höfum við unnið með orku og neyslu og úrgang. Þegar við vorum að vinna með orku þá voru það starfsmennir sem að fylgdust með orkunotkuninni hjá okkur. Og þá var aðalega hvar má bæta úr óþarfa orkunotkun. Svo að vera ekki að skilja eftir ljós í gangi inn í undirbúningsherbergi þegar það enginn að nota það eða kveikt ljósinn á baðherbergi. Við værum ekki að láta vatnið renna lengi í kranunum ef við þurfum ekki á því að halda. Og síðan höfum við líka verið svolítið að reyna að fræða starfsmenn og foreldra orkumál. Það gerum við til dæmis með því að senda út fréttabréfið okkar sem heitir Grænspor. Og það reynum við að senda út á svona mánaðarfresti þannig að það gangi ekkert endilega alltaf upp. Að þá finnst okkur alltaf voðalega gott að geta sendt út að minnstu kosti svona nokkuð reglulega út hjá okkur. Svo höfum við skoðað matarsóun í leikskólanum og þá höfum við farið í svona aðhaldsverkefni inn á deildum þar sem að deildarnar vigta afgangana sína í lok dags og svo deild sem eftir ákveðið margar vikur sem með minnst matarsóunina, hún fær svona grænbóna verðlaunin inn í leikskólanum. Og síðan reynum við bara að halda við fræðslu bara hvað getum við gert til að minnka matarsóunina. Getum við gefið fleiri skammta en bara minna í einu þannig að börnin sé ekki að fá of mikið á diskinn en eru búin að borða nóg. Og getum við starfsmenn kannski tekið með okkur afganga ef það þannig matur í boði að okkur langar að taka með okkur heim. Það að sjálfsögðu alltaf í boði. Og í lok kaffitímans höfum við tekið okkur til og bara ef það afgangur af brauði eða ávöxtum þá höfum við gefið fuglunum það. Og við höfum til dæmis komist að því að fuglarnir eru ekki hrifnir af eplahýði. Börnunum fannst mjög áhugavert. Og síðan það lýðheilsa. Við tókum lýðheilsuna upprunalega svona sem áherslu hjá okkur vegna þess að fyrirtækið sem að rekur leikskólann, þau eru með lýðheilsu sem ákveðið markmið hjá sér. Við erum náttúrulega heilsuleikskóli, þannig að það er gott að hafa þetta alltaf á bak við eyrað. En starfsmennir hjá okkur eru alltaf hvattir til að fara frekar oftar heldur en sjaldnar í göngutúra með börnunum og að fara út að leika og nýta útisvæði sem við erum með. Við erum með mjög gott útisvæði fyrir börnin sem að bara... Það 2 mínútur eftir. Hvetur þau alveg þvílíkt til hreyfingar og nauðsynlegt að reyna að nýta það umhverfi. Síðan höfum við verið með hvatningakerfi sem við notum til þess að hvetja starfsfólk til hreyfingar bæði í vinnu og utan. Þá keppni á milli deilda eða milli skólanna. Og svo erum við með hollan mat í leikskólanum sem er fyrir börnin og starfsfólki. Og matseðlinn hjá okkur hannaður af næringafræðingi. Og svo það bara listsköpun og vísindi sem eiginlega uppáhaldsverkefni mitt í grænbónaverkefninu. Það bara að nýta endurnýtanlegan efnivið eins og eggjabakka og klósettrúllur til þess að búa til
einhverjir konar sköpun eins og við höfum búið til pappír. Það sést hérna á þessari rauðbleiku klessu þarna í horninu að þá voru börnin sem þetta nota hérna afganga frá okkur starfsfólkinu sem að hérna voru pappírssóun hjá okkur og þá höfum við bara nýta það í að búa til pappír. Og þau fengu að blanda þessu öllu saman og hjálpa til við að rífa pappírinn í sundur og ýmiss konar. Og svo eins og ég sjáum hérna upp í horninu hjá okkur, þá fengum við þetta hérna sulla með kartöflumjöl og vatn. Og það var ægilega mikið fjör í kringum það, en þau fengu náttúrulega sjálfsög að sulla með þetta út alla deildina, þannig að það var gaman að þrífa eftir á. Og síðan það sem að við erum eflaust svona mjög stolt með, það umhverfisdagur Ásvöld. Það byrjaði sem svona verkefni þar sem við vorum með þrautabraut inni, það var svo leiðilegt veður úti að við gátum ekki farið með þau út. Þetta var mjög kröftugum vindi á lóðinni hjá okkur. Og þá vorum við bara með laufblöð og prik og sand og vatn og ýmislegt og barnið fengu að labba í gegnum það. Sáum fljótt að það gengi ekki upp. Þannig að næst þegar við prófum að vera með þrautabraut, þá höfðum við hana úti og leyfðum börnunum bara að vera í pollagöllunum sínum og þau fengu að bara leika frjálst. Þá var þetta bara mismunandi stöðvar, þarna var vatn, þarna laufblöð, svo var sandur og þau máttu bara ganga á milli eins og þau vildu að ná í trjágreinar og sulla í vatninu eða setja laufblöð ofan í vatnið eða ná í fötu og sulla vatninu í sandinn. Bara það sem að þeim langaði að gera og hentaði þeirra sköpunargleði. Og þessi leikur bara hefur, þessi þrautabraut í því formi sem hún orðið núna, hefur vakið mjög mikla lukku hjá börnunum og orðið bara þannig að umhverfisdagurinn okkar orðin að umhverfisviku. Þar sem að við höfum bara í rauninni heila viku, þar sem að við erum bara að leika með þetta út. Þá það svona ákveðið svæði á lóðinni hjá okkur sem að þau geta beðið að fá að fara á og leika þar. En annars þá bara ég búin með mig. Ég ekki alveg viss hvað ég átti að segja meira. Þannig að ég bara til í að fá spurningar. Ef einhverjir eru. Takk kærlega fyrir þetta, Inga Dóra. Alveg frábært að heyra frá þér. Ég hef fengið að fara í heimsókn og ég meira þess að eftir fyrstu úttektina mína þá ákvað ég bara að skrá barnið mitt þarna. Þannig að ég reynslu af leikskólanum mörgum áttum. Þannig að alveg frábært. En einmitt, þannig að þið eru alveg að sýna það að það hægt að vinna umhverfisstarf með svona litlum börnum. Það alveg einstakt. Sérstaklega núna eru margir skólar að færa sig inn í ungbarnadeildir og það svo mikilvægt að geta þá leitað í svona reynslu eins og þið hafið.